Thunderstruck og við notum B-strengin, strengur nr. 2. Já. Og þegar við erum að æfa, þá er gott að nota bara nöglina og B-strengurinn, annar strengur, það er alltaf önnur hver nóta. B er önnur hver nóta. Opinn strengur. Þannig við gerum 0, 4, 0, 7. Ok, 0, 4, 0, 7. Það er hægt að spila niður alltaf þegar maður er að æfa þetta fyrst. Svo getið þið spilað upp og niður með nöglinni. Getum prófað það. Svo flytjum við okkur upp á 5. band. Það er 5 og 8. 0, 5, 0, 8. Auðvelt. Svo förum við upp á 12. band. 12, 10, 9, aftur 10, 9 og það kemur 7, 9, 5, 7, 4, 5, 4, 5, 4, 5 og alltaf opinn strengur á milli. Tapið fyrir þetta lag er niðri í lýsingunni. Þið getið fundið tengilinn á gitarar.is. Og það er fínt að þið getið haft einhvern með ykkur að jamma að spila bara hreinlega B-nótu. Já, svo er önnur aðferð. Við getum notað hammer-on og pull-off. Þið sjáu þetta stundum í tapi sem þið finnið á netinu, það stendur H og P. Hammer, hamra á strengin. Takið eftir að ég slæ opinn streng fyrst og svo hamra ég niður. Það er H-ið. P-ið er þegar ég á ensku pull off eða tek sem sagt. Ég er að kroppa strengin af. Ég held utanum sitthvorn strenginn í kringum sitthvorn megin við B. Ég með E-strenginn og G hérna, held utanum þá og sett lófan á alla hina svo að þeir séu ekki að trufla. Því ef við erum ekki að gera neitt hér og erum bara að reyna að hamra, þá fáum við bara leiðindi í kring. Og ég er að nota þennan pick-up hérna, núna. Það er aðeins bjartara hér. Aðeins rúnara og mýkra hér. Heyri muninn. Þannig að æfið þetta fyrst með nöglinni. Angus Young nota nögl þegar hann spilar þetta á tónleikum. En ég hef hann grunaðan að hafa spilað þetta með hammer-on og pull-off í stúdíóinu. Við þurfum að hamra almennilega á strengin hérna. Og ég nota alltaf litla fingur en þið megið þetta. En þá næði maður kannski ekki alveg miklu hraða. Gangi ykkur vel með þetta. Rock'n'roll.